Sælverið og verið velkomin í myndband úr kafla 2-3 að stækka eða minnka fylki. Við höfum mikinn áhuga á þegar við vinna með til dæmis gagnasöfn eða eitthvað svo álíka. Það er bara viðra almennt að við viljum geta bætt við mögulegum stökum eða fækka það, tekið út stök sem við höfum mikið áhuga á. Og skoðum til dæmis næst hvernig getum bara bætt við stök. Þannig að við erum hér. Þetta er runa starffræðilega séð, en stílum upp virunum í MATLAB. Og skulum bara gera skriptu, skulum bara, þá höldum við aðeins betur þetta. S átt að vera 1, 2, 3 og 5. Nei, veitu, það var 8 tölutan held ég, 3, 5 og 7. 1, 5 og 7. Svo getum við sagt, ok, S af end plus 1 er saman sem 9. Við getum gert þetta, ef að segja S, hvað er þetta viðbót? Þetta kallar þetta viðbót 1, það er lýsingu 2 leiðir til þess að gera það sama hér. Við getum gert þetta, já, ok, ef að segja hérna, setjum þetta inn í fylki og segjum hvað ætla að hafa fylkinu, ég ætla að hafa S og töluna 9. Þannig að það sem ég gerði hér var bara ég bjó til nýjan vegur og hvað ætla að setja inn, ég ætla að setja öll stökin úr vegunum S og ég ætla að bæta við aftan við hann tölun 9. Eins og þetta var gert í bókinni, ef við höfum ekki áhuga að breyta nafninu, þá getum við sagt, ok, ég ætla að fara í síðasta stakið, ég ætla að bæta einum við það og það fær gildið 9. Hérna getur séð að fá það sama með að ef við ætlum ekki breyta nafninu, þá getum við gert þetta hér og bæta 9. Ef við viljum hins vegar bara bæta við hann, þá getum við skýrt þetta líka bara S. Ef við gerum það, sjá að fá 9 aftur við þetta. Þannig að þetta er ein leið til þess að bæta við ef við ætlum að halda saman nafni. En kannski viljum við breyta við nafn af því að hann hefur aðra eiginleika, mögulega. Og viljum kannski geyma upprunalega vigurinn eða fylkið okkar. Þá gæti þetta vera ein leið. Við skulum halda okkur við þetta hér. Svo tölum við hérna ok, við skulum tífalda þriðja stakið í S. Það er svo ok, ég ætla að setja þriðja stakið í S aftur í þriðja stak. Eða ég ætla að breyta, ok, skulum orða með þetta svona. Ég ætla að breyta því sem er í þriðja staki. Þetta gæti skrifa bara 3 hérna, eða ég var að segja kannski 20. Þá sjáum við 20 kemur hérna sem þriðja stak. Ég hef sagt, ég ætla að taka það sem var í þriðja staki og ég ætla að margfalda það með 10. Og tökum eftir hérna að þetta gerist alltaf undan. Svo þegar þetta er búið, þá er það vistað hingað inn. Þannig að þetta er 5 og svo segjum við að taka það sem var hérna, sem er 5, ég ætla að margfalda með 10. Ég ætla að vistað hingað inn aftur og við fáum nýjan vegur sem líður svona út. Það sé 50 í þriðja staki. Svo getum við tífalda alla liðin í S. Þá segjum við bara, ég ætla að taka S og ég ætla að margfalda með 10. Ég ætla að taka S og ég ætla að margfalda með 10. Hvað ætla ég að gera við það? Ég ætla að vista það sem S. Hérna sjá 1 sinni 10 eru 10, 3 sinni 10 eru 30, 50 sinni 10 eru 500, 7 sinni 10 eru 70 og 9 sinni 10 eru 90. Svo getum við líka 1 út fyrsta stakinu. Og þá segjum við, ok, það sem er fyrsta stak, þar kemur ekki neitt. Og MATLAB skilur þetta mjög vel. Einn á yfirskrifa ég, hérna kemur það 1, en ef ég hef ekki neitt, þá tekur hún og eyðir og öll stök sem eftir koma hliðrast til vinstri. Auðvitað ef þetta væri til dæmis 3, þá myndi hann taka þriðja stakið, þessi verður óhreyfð hérna. Þessi 2 verður óhreyfð, þriðja stakið, það
hverfur, þannig að hinn töl hliðrast 1 sæti. Og við getum líka sagt lærum þessan tvípunkt sem sneiðingu eftir, en hérna getum við sagt 3 til 4 hverfa. Þannig að það sem á eftir kemur hliðrast 2 sæti til vinstri, en þurfum ekki að spá þessu strax. Og já, akkurat þetta sem sýndum áðan, já. Þetta önnur leið til þess að bæta við staki. Nú getum við séð hérna að við erum alveg búin að rugla mikið í vörunum okkar, þannig að við getum sagt hérna, ok. S sem S dilt við 10 og svo segi ég S sem ég ætla að bæta aftur við hérna þessu 500 staki og skulum segja, ég ætla að sækja bara stak 1, ég ætla að sækja stak 2, ég ætla að setja inn 5-una, svo ætla ég að sækja stak 3, þetta getur ég að það sem var nummer 3, ég vil hafa hliðrast 1, 3, 5 á milli. Svo, 1, 3, 5, 7, 9, nú erum við komið aftur með það sem ég byrjaði. Við munum læra betri leiðir til þess að gera þetta. Svo. Sér. Ein stutt venja bara. Þegar við tölum vigur í þessari bók og almennt stærðfræði bókum, þá eigum við bara við dálkvíra. Ef að vigurinn á að vera línuvigur eða línuvigur, þá það bara tekið fram. Og svo getur líka stundum talað dálkvíra sem dálka og línuvigur einfallega sem línur. Þannig að við getum bætt dálkum og línum í fylki. Og það gerum við svona einmitt líka. Svipað á það sem við sáum. Áðan bættum við einu staki aftan við. Nú getum við sagt bara, skoðum þetta aðeins. Clear, close all, hlutum við að venjast þessu, A, saman sem 1, 2, 3, svo 4, 5 og 6. Svo ætla ég að búið til vigur hérna, sem innihildur breytirnar 7, 8, 8 og 9. Ok, ég segir hérna format, compact. Svo sjáum við aðeins betur það sem við erum að gera hérna. Og segjum svo ég vilja bæta þessum vigri vaff aftan við fylkið A. Og alveg svo á hann þegar við bættum við hérna eða við getum svo skoða líka hérna. Kannski einfaldari dæmi, það sem segjum 11. Þá bætum við hérna 11 aftur. Þá getum við sagt, ok, í staðinn fyrir að segja bara eitthvað vigur, ætla að segja, ok, ég ætla að taka þetta fylki. Það sem kemur hingað í ramman verður tvisvar, það verður tvisvar 3 fylki hérna. Svo get ég líka sagt að neðan við það ætla að setja vigurinn vaff, þannig að þetta kemur hérna, kemur svo og ítu endur. Þannig að við komum fáum hérna fylkið, gamla fylkið A og neðan við það kemur vigurinn vaff. Þetta er líka eitthvað sem við munum vilja hafa áhuga á að geta gert. Við viljum geta haft þessa stjórn á fylkjunum okkar. Hvort sem fylkin séu vigrar eða ekki. Og auðvitað getum við haldið áfram sagt, ok, ég vil fá mig eitthvað meira 11, 12 og 13. En það getur ég ef að segjum hérna, ég ætla að fá töluna 11 svo næst neðan við. Þá kemur það sem við höfum séð áður að dimensions of arrays being concatenated are not consistent. Þannig að hér er 3 fylki, þetta er 1-3 fylki, þannig að það sem þarf að koma í næstu línu eru 3 stök. Þess vegna virkar að setja 12 og 13 hérna. Það eru 3 stök í nýri línu. Þannig að alveg svo við getum skrifað inn allt og getum bara notað þessar breytur hérna sem við nú þegar búin að skilgreina hérna á settinga. Og að stækka og minnka stafavega, það er ekkert öðru sér þar. Og skoðum við þar sem stökin eru að gagnagerðum strengir eða stafið. Það sé textavegra. Hér er dæmi stafavegur. Og
sérhver bókstaf stak og bil á milli bókstafi líka stak. Þannig að við sjáum hérna H-A-L-L-O, við vorum svo búin að skoða þessi fylki fyrr í fyrsta kafla, fyrr í öðrum kafla, kafli 2.1, fyrsti undirkafli. Halló 5. orð og Heimir 6. orð og við þurftum bilið til þess að þetta kemist fyrir. Og sjáum hérna að 7. stakið bilið og reyndar svo hérna aftast líka 1 upprópunarmerki. Og sjáum líka þetta 13 stök í þessu fylki eða þessum viðri hérna. Og við getum breytt hérna líka stafaverum, til dæmis eins og við skulum búin til, við sögðum hérna Halló Heimir, Halló Heimir, upprópunarmerki. Hérna heitir þetta texti, það getur ekki vel máli og skoða hvernig það lítur út og svona. Svo getur sagt okkar, í staðinn fyrir stök 1 til 5, típunktarna getur við lesið eins og til 1 til 5. Þannig ég get sagt hérna, ok, 1 til 5 sem þá orðið halló, ef þetta það 1 jafnamerki, ef þetta jafn langt, þá getur við skiptið út B-L-E-S-S, 1 til 3, 4, 5, jafn langt. Og segja, ok, í stök 1 til 5 ætla ég að setja þetta hér. Þetta jafngildir þessu hérna, S af 1 saman sem B, ef við setjum próstmerki hérna, við getum geymt þetta, og S af 2 saman sem L, og S af 3 saman sem E. Sjá þetta, hérna þetta halló, svo balló, bló og bleló Heimir, og svo klárum hérna 4 saman sem S af 5 saman sem S. Þannig halló Heimir, balló Heimir, blalló Heimir, bleló Heimir, blesó og bless Heimir. Það er svona lekur út, það er svona skemmtilegt að sjá þetta. En við getum gert þetta allt bara í einu svipan með að segja stök 1 til 5 eiga að vera bless. Þannig að núna fá halló Heimir verður bless Heimir. Og takk eftir ef ég segi hérna blessed kannski, þá þýðir nú ekki neitt. Eða ef ég segi blessaður, þá þýðir nú eitthvað. Og þá kemur hérna unable to perform the assignment because the left and right sides have different number of elements. Hérna séum 1 til 5, 1 til 3, 4, 5 stök eiga að taka við 1 til 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stökum. Þannig að MATLAB segir ok, þetta getur ekki passað hér við 9 stök og þau eiga að verða 5. Það er ekki hægt að eiga við þetta. Það var engin skilgreind aðgerð að koma þessu saman. Þetta virkar ef við erum með jafnmikið. Og þetta er bara stuttlega til að skrifa 1 til 3, 4, 5. Nú viljum við lengja kveðjuna og segja bless Heimir minn. Og þá getum við gert það sem við lærum áðan. S er saman sem, þá getum við sagt ok, við ætlum að nota gamla S-ið og hérna sjáum við að hérna bara bætt við minn og hérna kemur upprópunarmerki. Það viljum við ekki gera, þannig að hér eru 2 leiðir til þess að eiga við það. Hvernig myndir þið vilja tækla þetta? Einfaldasta leiðin hér væri að á undan myndu segja, ok, síðasta stakið í S á að vera bil. Þá sjáum við hérna, halló Heimir, bless Heimir upprópunarmerki og svo bless bil, þannig að hérna kemur halló Heimir, hérna bless Heimir og hérna kemur svo í stæðan fyrir upprópunarmerki kemur bil og svo segjum við til að taka það og bæta við minn aftast. Ef við hefum ekki gert þetta, þá myndum við standa hér. Þá höfum við að þurfum við að hafa upp á og þurfum við að telja. Hvað er þetta margir staðir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. stakið á að vera bil. Það getur breytt í eftir á.
eða sagt 1 end mínus 1 end mínus 2 end mínus 3 end mínus 4. Það sé að fjórða síðasta stakkið að vera bil. Ef við segja hérna 13. Það ætla að sjá þetta koma aftur ef við hafa undirstrykk. Þannig að settum þetta saman með uppróðmerkinu, hérna breyttum við bil og bara til þess að sýna þetta sé sama. Fjórða síðasta stakkið er sama og 13. stakkið í þessum veiði. Þetta er ekki alltaf satt. Hérna sjáum við hvernig síðasta stakkið var sett í bil. Þannig að hentum bara uppróðmerkinu. Tölum aðeins fjölda staka í vigri í lok síðasta kafla, undirkafla, og við getum náttúrulega fallið lengð og við tölum aðeins það. Gefur fjöldi staka í vigri eða lengd vigursins, og hérna kemur 15 og það þýðir að við séum með 15 staðbreytir í vigrinum, og lengd gefur hérna stærri töluna, en við skulum læra kannski aðeins í samhengi við fylki. Hérna erum við fylki, kannski skemmtilega hérna, við séum í lína hérna. Nei, ég skulum hafa bætum við fyrir 4 og 7 og sér 11, hérna í línu 11, 13, 14 frumtala, nei, 15, nei, 16, nei, 17, já, og komist ykkur 19. Svo sjáu þið hérna að MATLAB hjálpa manni þess. Kemur hérna all matrix rows must be the same length. Þannig segjum að sé að stimplun gögn og svo held ég áfram hérna 17, næst kemur segjum að ég muni til 19, þessi 23 hérna. Og svo 24, nei, 5, nei, 6, 27 kemur 28, 29 er það, en 27 er það ekki 3, 9 er það ekki 27. 29 kemur næst, svo 31, 33, 35, 36, 37 er hins vegar. Þannig að sjáuð, hér eru 4 og það er engin rauð lína. Þangað til ég gerði 37 og þá var rauð lína, þannig að MATLAB vara mann við eitthvað stær hérna vantar í fylkið. Allavega. Og það eru nokkrar leiðir, við vorum búin að skoða lengð af A og við sáum að það gaf alltaf stærri töluna af vítunum. Þannig að hér eru 3 línur og 4 dálkar og þá fáum við fjölda dálka sem eru 4. Numel stendur bara fyrir number of elements of A. Það gefur okkur fjöldi staka í fylki. Ef að fylkið er vigur, sem við tökum þetta út hérna, þá gefur lengð og numel það sama. En ef við erum með fylki sem er ekki vigur, þá gefur það augljóslega ekki það sama. Svo getum við séð líka að ef við margföldum saman prótir fall sem að stendur fyrir pródukturunni, og hérna er bara MATLAB að segja numel af x, það er venjulega fljótleira að vinna heldur prót size af x. Hins vegar eru við bara að sjá að við getum gert það, en fyrst að MATLAB mæli með þessu, þá ekki segja bara MATLAB, ég skal hlusta það sem þú segir mér og ég nota bara numel. Það er líka ágætt að lesa hvað MATLAB að segja manni. Hér er MATLAB að vara mann við því bara að semikolon after statement og hæti output in a script. Bara venjulega þegar maður er að vinna í skriftu þá vill mann alltaf ekki endilega það sé birtast. Maður vil hafa meiri stjórnaði með fbdef eða disp eða álíka. En í þessu tilviki þá erum við bara svo fikta, þannig við höfum áhuga að sjá bara fylkið eins og það kemur beint af beljunni. Og tölum bara hérna þessum, við erum alltaf að tala um venjur. Og í MATLAB eða oft í öðrum fordunarmálum líka tölum við lengd vegurs þegar við erum að tala eigum raunverulega við fjölda staka í vigrunum. Af því að í stærðfræði þegar við tölum lengd vegurs þá er það rauntala sem er þessi tala í öðruveldi pluss þessi tala í öðruveldi pluss þessi tala í öðruveldi og rótin af því. Það er bara Pythagoras.
þessu tilviki væri þetta þá rótina 14 sem það byrði 3,74. En í forritun þá tölum við kannski frekar lengd vegusins sem þá fjöldi staka í vegunum. En norm vegusins væri þá rótina 14 ef við forritun og það getum við gert við getum skrifað norm af vegri bara, og það bara, já, þetta fall hér, norm. Þannig að við skulum hafa það stækka og minnka strengjavegra eða svo strengjafylki almennt og það virkar bara nákvæmlega eins. 1, 2, 3, þetta svona, við getum búið strengjafylki hérna, clear, close all, ég sé hérna S, stórt S og þetta er strengurinn 1, við höfum bara stórstæði 2, hér má vera íslensku stafur þegar við erum bara inn í strengnum og við getum bætt við 9 og þá getum við gert það annarkvæmt svona end plus 1 samsinn 4 eða einfallega svona. Hérna erum við búin að sjá tvær leiðir til þess að gera það saman og hvor hefur sinn kost. Mér finnst persónulega þetta er ákveðið gagnsæi, sérstaklega þetta er svona almennara fyrir vigrana og fylkin kannski, fylkin ætla að segja, en þetta er ótrúlega fljótlegt svona líka. Og ef að vigurinn heitir löngu nafni þá verður þetta almennt styttra því að það þarf að skrifa tvisvar, til dæmis strengur, já, nú er þetta lengra, menn það hétt S, þá var þetta styttra, sko. Og stundum vil ég byrja til í 0, þá er náttúrulega ekki hægt að gera þetta á hinn veginn. Ef við ætlum að bæta framan við, þá verðum við að nota þessa aðferð. Við getum ekki sagt sko 1 mínus 1 á fylkið. Eða vigur. Og þar með líkur, þetta er bara tæma aftur. Já, við skulum gera það. Bara stakk 1. Eða því út. Ég vil ekki byrja til í 0. Svo. Hérna getur þið séð breytingu svona. 1, 2 og 3. Síðasta stakkið, 1 viðbót, 4. Við ætlum búið til 9 vegur og við erum S og skrifa 5 líka. 5 bæti 0 framan við og hætti svo við, ég ætla ekki að tala í 0. Segjum þetta gott í bili, takk fyrir.